Komið í sæl. Gaman að fá að tala til ykkur í kvöld. Það er ég ætlaði með að tala sakramentin. Og það er kannski ein af ástæðunum fyrir því að við ætlum að hafa heilaga kvöldmáltíð í kvöld. Það er að því að þetta er eitthvað sem hefur hvílt svolítið á mér og ég er alveg frá því í haust. Þá þegar það var skipulagt að ég myndi tala þennan dag, þá hefur það verið alveg skýrt í huga mínum að ég ætla að tala sakramentin og þá sérstaklega heilaga kvöldmáltíð. Ég var svona á stúdretta og það eru 2 athafnir sem að Jesú bað okkur sérstaklega að taka þátt í sem fylgjendur sínir og þið getið lesið það í Biblíunni. Og ég var svo blessaður að vera boðið í aðra af þessum athöfnum í gær þegar hún Daníela Jette var skýrð, alveg yndislega athöfn, bara forréttindi að fá að vera viðstaddur og fá að vera þáttakandi í því þegar einstaklingur er boðið velkomin í kristna kirkju. Og svo í kvöld þá er hin athöfnin sem er þessi heilaga kvöldmáltíð. Kaþólikar hafa fleiri sakramenti að skrifta og svo framvegis, en þetta er það sem við í lútersku kirkjunni tökum. Það er bara raunverulega þetta tvennt sem að Jesús bað okkur að gera. Það er að fara að gera allar þjóðir á lærisveinum og skýra í sín nafni Guðs föðurs heila sanda og svo þessa brauðsbrotningu eða þessa kvöldmáltíð. Hver er merkingin í þessum athöfnum? Af hverju gerum við þetta? Af hverju var Jesús að biðja okkur að gera þetta? Hvað er það sem gerir þessar athöfnur svona mikilvægur? Ég var alltaf svolítið erfitt með að taka þátt í einhverjum athöfnum sem ég skil ekki og einhvern veginn bara svona fylgja straumnum af því að þá finnst mér ekki vera að virða athöfnuna. Skýrnin er kannski auðveldari. Við erum að bjóða fólk inn í kristna kirkju, en það er samt sem áður þannig að kristið fólk er ekkert sammála skýrnina, eða það. Það hefur verið miklar deilur skýrnina. En með heilaga kvöldmáltíð þá held ég að sé vefjast fyrir fleirum en mér. Og þessi athöfn hefur valdið ágreiningi gegnum tíðina. Þegar ég var að kynna mér þetta þá las ég að á árunum 1555 til 1558 voru 288 manneskjur brenndir á báli vegna ágreinings heilaga kvöldmáltíð í Bretlandi. Það voru erkibiskup, það voru biskupar, það voru fjölmargir prestar, konur og börn. Og hvað stóð þessi ágreiningur? Jú, spurningin var, trúið þið því eða trúið þið ekki að brauðið sé raunverulega líkami Krists? Ekki einhver tákmynd eða líking, heldur þetta sé raunverulega líkami Krists og blóðið sé raunverulega blóð Krists. Ef þið trúið því ekki, og viðurkenndu það, voruð þið brennd á báli. Hugsið ykkur að þetta misskilja það sem að Jesús var að biðja okkur að gera svona illilega. En þetta greinilega, fólk var tilbúið að deyja fyrir sannfæringu sína og fólk var tilbúið að drepa fyrir sannfæringu sína, af því að þetta var eitthvað sem að fólk hafði mikla skoðanir á. En hvað snýst þessi athöfn þá? Og við skulum lesa það sem að Jesús sagði við lærisveina sína í síðasta skipti sem að snetti með þeim. Og ég var að drífa mig svo mikið út dyrnar þegar ég var að koma stelpunum í hátt, en ég glemdi Biblíunni minni, þannig að ég ætla að fletta í Lánsbiblíu. Og þegar þekki þetta lögmál, það tekur alltaf 2-falt lengri tíma að fletta upp Biblíunni þegar maður er að predika heldur en þegar maður er að undirbúa sig. Það er eitthvað. En stendur í Mattheus 27. kafla frá 27. versi. Þá þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði: Takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleg, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði: Drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmannans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Og í fyrra Korinthubréfinu þá bætir þetta Páll við
Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Og þá blasir spurningin við. Hvað á hann við með því? Mína minningu. Er það einhverjar svona óskilgreindar fallegar hugsanir Jesú úr barnatrúnni? Hvers eigum við að minnast? Já. Ég horfi á þrennt í þessu og það er ekki að því það er þessi einu 3 atriði sem við erum að hugsa það er bara þessi 3 atriði sem komið til mín. Og það er Jesús sem fyrirmynd. Við eigum að líkjast honum. Við eigum að lesa hans líf, hvernig hann lifði hér á jörðu og við eigum að reyna í okkar veika mætti að lifa eins og hann lifði. Það tala Jesús sem síðari Adam eða jafnvel hinn fullkomni Adam, því að Adam sem fyrri, hann var svo sem var skapaður hér á jörðu, var raun og veru upphaf lífsins, en Jesú var svo sem gaf okkur andan. Og við erum ofta velta þessu fyrir okkur, það eru til margs konar slagorð, what would Jesus do og fleira. Hann er okkar lærimeistur og við erum hans lærisveinar. Og í Biblíunni höfum við fjallræðin og við höfum ýmsa gullmál þar sem við getum verið að lesa bara hann, hvað hann kendi, hvernig hann starfaði. Og við getum svo sannlega lært af því. Og í Jóhannes 4:34 þar stendur, Jesús sagði við þá, minn matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og það er líka það sem er okkar hlutverkið á jörðu, er að gera vilja þess sem er hann uppi. Og það er hann fyrirmyndið okkur í því að hann gjörir það sem faðirinn hafi boðið honum að gera. Og það er svolítið áhugavert í þessu samhengi að við erum að tala þessa heilögu kvöldmáltíð. Hann segir, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Þannig að þetta var svona það fyrsta sem kom upp í huga minn, þegar við minnist þess, eða þegar þið minnist mín, þá minnist ég þess sem hann gerði og hvaða standard hann setti fyrir líf okkar. Nú atriði nr. 2, og það tengist eiginlega fyrra atriðin, það flæðir svona svolítið hvert af öðru, og það er kærleikur Jesú. Og það er setning sem hefur hljómað svolítið í huga mér undanfarnar vikur. Það er í þessum risastóra alheimi sem telur ótal vetrarbrautir og plánetur og sólkerfi og í sér gríðarlega stóri alheimur. Í honum er bara eitt sem skiptir einhverju máli fyrir Guð. Það er fólk. Það er þú og ég. Það eru við sem eru dýrmætast í augum hans. Og hann ber svo óendanlegan kærleik til okkar að við náum aldrei að skilja þetta fulls. Aldrei. Og það er ein frásögn í Markúsar guðspjalli sem mér finnst svolítið merkileg í þessu samhengi. Vegna þessi kærleikur sem að Guð ber til okkar, hann vill að við berum þannig kærleik hvert til annars. Og í Markúsar guðspjalli 8. kafla frá 22. versi er mjög sérkennileg frásögn. Ég veit ekki hvort að það hefði einhvern tímann svona hugleitt þessa frásögn mikið. Þar stendur, þeir komu nú til Betsadíu, þar færa menn til Jesú blindan mann og biðja að hann snert hann. Hann tók í hönd hins blinda, leit hann út úr þorpinu, skipti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti, ég sé menn, ég greini þá líkt á tré, þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt, varð albata og heilskyggn og allt. Af hverju þurfti hann að gera þetta tvisvar?
ef það að bíða eftir ég gef ykkur svari, þá bara veit ég það ekki. Ég náði ekkert að grafa mig það djúpt þetta, en mér fannst samt áhugavert, og það kannski hluti af svarinu, að hann sá menn og greindi þá líkt á tré þeir ganga. Og ég held að við sem mannfólk, við sjáum stundum fólk svona. Fólk verður bara eins og hluti af landslæginu. Við lítum ekki á það sem fólk. Þetta bara eiginlega tré með fætur. Við föttum ekki að þetta fólk fólk eins og við. Fólk með tilfinningar, fólk með drauma og markmið, vonir og þrár. En að því við erum svo upptekin í okkar lífi, við erum svo upptekin að ná okkar markmiðum og kljást við okkar vandamál, þá einhvern veginn látum við þetta fólk verða bara eins og hluti af landslæginu, verða bara eins og tré með fætur, gangandi tré. Skiptir okkur ykkur máli, við þurfum ekki að taka tillit til tilfinninga þess, þurfum ekki að taka tillit til drauma þess eða neitt slíkt. Við sjáum það ekki eins og Jesús sér það. Og ég trúi því að Jesús vill lækna okkur þannig að við sjáum þau með hans augum. Og við verðum eins og hann segir albata og heilskyggn á allt. Og ég, eftir ég velti þessu meira fyrir mér, þá held ég, og ég geti sagt að stór hluti af vandamálum þessa heims sé vegna þess að fólk sér hvert annað eins og tré með fætur. Ef við horfum á flóttamannavandann, ef við horfum á öll stríð sem eru háð í þessum heimi, þá held ég að sé vegna þess að við horfum á hvert annað eins og tré með fætur. Við erum ekki að horfa á hvert annað eins og fólk sem Jesús sér okkur. Og aftur segi ég, það er bara eitt í þessum heimi sem er dýrmætt í augum Guðs. Það erum við. Þannig að þegar við tökum þátt í þessari athöfn sem verður á eftir, við komum hérna fram fyrir altarið og tökum þátt í heilari kvöldmáltíð, þá held ég að þetta sé eitt af því sem við ættum að minnast. Það er kærleiki Guðs, og kærleiki sem hann ber til okkar og kærleiki sem við eigum að bera til hvers annars. Og síðast en ekki síst, þá held ég að við eigum að minnast fórnarinnar sem Jesús færði. Það er kannski megininntakið í þessari athöfn. En og þar getum við lesið til dæmis í 1. Korinthubréfi. Og það er í 11. kafla og frá versi 26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikurnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Það eru að tala en þá erum við að tala það að Jesús dó fyrir syndir okkar. Hvert skipti sem við tökum þátt í þessari athöfn. En síðan kemur viðvörun. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins óverðulega verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Úps. Hvað þýðir þetta? Hvað án við? Og hérna langar mig að lesa í Lúkasi, 18. kafla. Það er 9. vers. Og það er dæmisaga, og Jesús sagði oft dæmisögur inn í aðstæðu fólks, og þarna er hann ekki að tala um kvöldmáltíðina, en hann er að tala um hugafar. Og ég held að hugafari sem hann er að tala um þarna eigi við líka í tengslum við kvöldmáltíðina. Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá treystu því að sjálfur væri þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. 2 menn fóru upp í helgidóminn að biðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseiinn sté fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ránglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta 2 í viku og geld 10 af öllu sem ég eignast.
En tollheimtu maðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði: Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafinn verða. Og þarna hægt að draga svona ýmsan lærdóm. Fyrsta lagi þá held ég að þessi farísei hafi ekki alveg haft rétta hugmynd bænina og tilgang hennar. En ég held að líka að við, þarna vera að mála svolítið svona skýra liti, svart og hvítt, en ég held að við sveiflum sjálf svolítið til þarna. Við eigum það til, og ég tala bara út frá sjálfum, ég á það til að vera svolítið réttlátur í mínum augum, vera svolítið ánægður með sjálfan mig og hugsa, já, ég er nú bara þokkalega góður núna. Ef ég hef svona staðið mig vel í einhver eða lífið hefur svona, já, ég hef kannski verið duglegur að lesa eða biðja, þá kemur þessu hugmynd, hún skríður einhvern veginn inn í kolluna á manni. Ég hef líka átt á daga þar sem ég hef staðið frammi fyrir vandamálum eða hef ekki verið ánægður með sjálfum og litið á mig eins og tollheimtumannin og ekki geta hort upp til himins. Og kannist þið við þetta? Maður ekki stundum að sveiflast þarna á milli? Ég held að það sé svo mikilvægt þegar maður kemur fram fyrir altari Guðs sem að virði fórnina sem hann færði og sé búinn að átta sig á því. Það er ekki fyrir mín verk, það er ekki fyrir neitt sem ég hef fram að færa sem að ég er réttlátur í augum Guðs, heldur vegna fórnarinn sem hann færði. Og það er sama hversu mikið ég rembist og hversu mikið ég reyni í eigin mætti, ég kemst aldrei á þann stað að ég sé réttlátur í augum Guðs fyrir mín verk. En það er líka á móti og það er það góða vegna þess að það er svo margir sem eru kannski í sporum tollheimtumannsins og þora ekki að horfa til Guðs og kannski hans feill þarna í þessari sögu er að hann virðist ekki þekkja föðurhjarta Guðs, hann virðist ekki þekkja þá náð sem að hann á inni hverjum degi hjá föðurnum, að náð hans er nýja hverjum degi og elska hans er ótakmörkuð og alltaf við höfum alltaf aðgang að föðurnum og svo fórn sem að hann færði til okkar í gegnum verk hans á krossinum nægir til þess að hvítþvo okkur af öllu því sem við höfum gert og til þess að gera okkur aftur réttlát í hans augum og það er stórkostlegt og það er eitthvað sem að maður kannski nær ekki að maður nær ekki að meta það fyrir maður hefur staðið kannski í sporum tollheimtumannsins og fundið bara náðina sem maður á inni hjá Guði gegnum verk Jesú. Þannig að mér langar aðeins að leyfa ykkur að upplifa þennan punkt aðeins sterkar með því að sýna ykkur myndband sem að ég sá þegar ég fór til Chicago sem var sýnt þar í Willow Creek kirkjunni. Þar sem að það er verið að tala nákvæmlega þetta um blóð Jesú og hvað það áorkar, hversu magna það er að við höfum að hann fór á krossinn fyrir okkur og fyrir blóð hans erum við réttlát í augum Guðs. Við horfum á þetta myndband.